Góða kvöldið og verið velkomin í 7. umferð í úrvalsdeild. Næst síðasta umferð á þessu vetrartímabili. Við erum stödd á Nürburgring Grand Prix brautinni hérna í Þýskalandi. Það sem þessi kappakstur fer fram. Ingi Þór heiti ég og hjá mér í kvöld er engin annar en Danni. Ertu velkomin? Já, takk fyrir það og gott kvöld. Þetta verður spennandi keppni í kvöld. Ég er spenntur að sjá hvað Ferrari gerir farin að dýrka en Ferrari. Já, þetta er, ég ætla að sagt það, þetta er pínu MR-braut. Hún fer vel í MR-bílana. Það eru samt nokkur raðir á AMG-num líka. Þetta sé eitthvað þýskt samsæri hérna í gangi. Porsche og Benz og BMW eru góðir hérna. Já, þetta er svolítið þýsk braut náttúrulega. Algjörlega. Hún líka pínu svona, við kannski erum ekki oft búin að keppa á þessari braut. Það var ekki nýlega, ekki nema sem part af Nordschleifer 24 hour keppninni, en ég lagðist það með grunur að menn séu kannski ekki búin að æfa þessa braut eins mikið og margar aðrar, og hún er pínu öðruvísi finnst mér í eðli sínu, mikið af zigzag, flæðandi beygjum og þetta er að valda basli fyrir suma, en svo eru aðrir sem að fagna þessu. Hvað finnst þér? Mér finnst þetta frábær braut, sko. Ég var alveg á þessum sama bát, að ég var ekkert hrifinn af þessari braut, út af því að maður þurfti alltaf að dröslast í gegnum þetta áður maður fór á slaufuna á sínum tíma þegar maður var í 24 ára leiðandinu. Þannig að ég tók þessa braut ekkert í sátt alveg strax, sko. En mér finnst þetta núna alveg æðisleg braut, sko. Mér finnst þetta rosalega gaman að keyra hana. Það er þetta er rosalega technical braut og þessi kafli sem kemur í fyrsta sektor, strax eftir fyrstu beina, þetta er bara, ég get engan veginn fatta hvernig ná að taka þennan kafla. Nei, nákvæmlega, en það góða þessa braut er hins vegar að það er alveg fullt af tækifærum til að taka fram úr og henda í gott reis. Það er alveg búin að sína sig og við erum með virkilega breiða fyrsta beygju með löngum bremsukafla, mjög opinn og það er auðvelt að stinga sér innan og líka auðvelt að taka hann í vítt og taka switchar og það er alveg fullt af öðru stöðum á brautinni sem að gefa góð tækifæri fyrir framúrakstur, þannig að ég held að þetta hljóti að enda í flottum kappakstri hjá okkur í kvöld. Já, ég hef engar áhyggjur öðru. Þetta verður skemmtilegt reis. Ekki spurning. Er ekki líka komin svolítið hiti í stigakeppnina? Jú, Jökull Leiðir með 116 stig, Ólafur Einar er með 99 stig, 17 stigum fyrir aftan hann í öðru sæti og aðeins einu stigi fyrir aftan Ólaf er Alex Topsson. Síðan er ekki nema 10 stig í andra, 12 stig í Jóhann Inga, þannig að í fyrstu 5 sætin eru frekar opinn núna þegar 2 umferðir eru eftir. Já, það er alveg magnað. Það getur svo mikið gerst hérna, sko. Tala ekki að það kemur rigning bara alveg eins og ég klikkaði á hérna í annaröldakeppninni að ná alveg geggjum tímatökum og var í toppslagnum, svo kemur þessi byrjar keppnin í rigningu og ég misreikna hvernig ég get farið inn á mjúkudaginn aftur eða þetta stikkan aftur og tapa algjörlega bara ríðsveld niður listan. Já, algjörlega, og það er alveg möguleik að enda í rigningu í kvöld. Það er engin ummerki eins og en við höfum eftir að rísa þetta lobbyið fyrir keppnina sjálfa og hver veit að reglan sem virki í þetta skiptið. Já, það er búið að vera svolítið rigningu í þessari braut núna í þessari viku. Það kom rigning í tímatökum hjá, hvað var það, opnudeildinni. Það var fyrstu 4 hringir, held ég að það verið í annarri deild sem að voru blautir í rigningu. Þannig að það er alveg möguleiki. Kom einhver rigning hjá okkur í gær í fyrstu deild? Það byrjaði að þykna upp og svona, en þú veist, það varði aldrei að rigningu. Maður hélt á tímabilið að það væri að fara að gerast, en ég myndi segja að þetta er svona okkar besti séns hingað til á bleitu er akkurat hérna. Svo líka í liðakeppninni þá er kannski ekki bara fyrsta sætið sem kaldi Racing
heldur í liðakeppninni, það Andri Már og Ólafur Einar, þeir eru með 186 stig. En það eru 3 lið sem að berjast annarsætið. Be-Sick Racing Team með 148 stig, Team Gullfiskur með 148 stig og 11 stigum fyrir neðan þá eru Kraftvélar Racing Team í 4. sæti. Þannig að annarsætið alveg hörkubarátta, 2 lið í jafna stigum, þannig að nú gildir að klára vel fyrir báða liðsfélaga og reyna að tryggja liðinu sínu góðan stað. Þetta verður spennandi. Ekki spurning. Það er gaman að sjá hérna líka hvernig þeim að ganga á æfingum. Þetta alveg Alex Dobson með 1.55.9. Þetta náttúrulega klikkaður tími, sko. Haha. Og ég held að við séum ekki einu sinni búinir að sjá allt ennþá, sko. Nei, sennilega ekki, sko. Þetta verður væntanlega hörkubarátta og ég bara nokkuð spenntur fyrir þessu, verð ég að segja. Svo spurning hvað spjalli segir, ef að detta inn einhverjar spár, þá förum við þær. Já. Það strax komið Hillbilly Mega eða Hilli D, hann alltaf með nánustu spá kvöldsins, hann fer ítalega í þetta og hann segir hérna tímataka Alex Jökull Jóhann Póll 1.55.799. Keppni, hann spáir hann Jökli-sigri, Jóhann í öðru og Andra í 3. og fastaslapp 1.58.482. Svo segir hann Alex á 24. hring, most position gained, Gunnar Ágúst +3. Já. Þannig að það verður ekki mikið ítalara þetta. Það voru gaman að sjá hvort hann ná einhverju. Já, nákvæmlega. Ég fer bara fram á það að næst var að koma ítaleg spá pitstratti hjá hverjum einasta keppanda líka. Nákvæmlega. Já, það var kannski ekkit vitlaust, sko, því að maður virðist nú stundum vera hálf tindur í að spá fyrir pitstrattið, en hvað með að spjallið? Nú allir búin að ákveða sitt pitstrategi og það enginn að koma með neinn hernaða leyndarmál því allir ökumenn út á braut og væntanlega ekki að fylgjast með YouTube. Þannig að ef þið eru með einhverja hugmyndir pitstratt, hendið þið í loftið. Það var í gær svolítið lítill munur fannst mér á að taka one-stopper og sem var þá hard og medium versus að taka hard, medium. Þannig að það var reyndar svo sem að tók hard, medium en hann Hilmar leiddi keppnina eftir síðasta pitstoppið hjá honum Jón Þór, þannig að I don't know, ég hef trúið þessi hægt að láta það gangu upp, hver veit, það kemur allt í ljós. Algjörlega, það er alveg svolítið opið hérna hvaða pitstop er hægt að taka. Þetta verður spennandi. Ég get svarað, það er bara að fara að verða rosalega rigningalegt hérna í æfingum. En að vísu 25 mínútur búnar æfingum, þannig að við sjáum þetta ekki í tímatökum. Nei, vissulega ekki. Hann Oliver, hann spáir Óla sigri, Jóhanni öðru og Alex 3. Og Hillbilly segir Jóhann tekur 16 hringi á hards, 14 hringi á medium. Mér þykir það alls ekkert ólíklegt. Nei, það er bara mjög líklegt. Mark my words. Við fylgjumst með þessu. Your words have been marked. Your words has been marked, nákvæmlega. Það stýrt í þetta eru 4 mínútur í tímatöku. Þannig að það stýrt sig að ég gefi þeim 3 mínútna viðvörun. Eða aðvörun. Hvort þetta sem er. Já, það er svolítið mjótt á munum hérna í æfingunum. Ólafur og Alex eru báðir undir 1.56 sem að enginn hefur gert hingað til og það er ekki nema 0.062 á milli þeirra, en þetta er náttúrulega bara æfingar, þannig að það ætlar að koma í ljós í tímatökum.
Þetta verður spennandi maður. En en Hilli Billi Mega 3736. Endilega, þú mátt koma með spá, þú ert góður spámaður. Kemur rigning í kvöld í keppni eða ekki? Þetta bara bíðandi spenntir að vita þetta. Já, ég væri til í að fá eina svona, það væri gaman að byrja eða enda í þurru en fá alvöru dembu í smá tíma. Já. Leyfa mönnum að kljást við smá krydd og eitthvað svona óvænt. Fá smá eitthvað nýtt inn í þetta sem að gæti hrist upp í hlutunum. Já. Okkar eigin Nostradamus búinn að setja tappa á spárnar í kvöld. Ég hef sagt mikið. Já. Það náttúrulega, ef maður í spádómum, þá náttúrulega strategískt ekki vitlaust að henda bara nóg mörgum út, þá lítur einhver að rætast. Nákvæmlega. Þú getur verið með 1000 spár og ef að 3 áraði með réttar, þá bara halda allir að þú ert besti spámaðurinn. Algjörlega. Minna líka keppendur á að henda like á útsendinguna. Já, ég ætlum bara að fara að gera það sjálfur, ég var að gleyma því. Þetta þörf áminning. Já, þegar þú segir það sko, maður alltaf að segja einhverjum öðrum að setja like á þetta, svo situr maður hérna í útsendingunni og gleymir í sjálfur. Ég búinn að like'a þetta. Nice. 2-3 like. Við erum bara rétt rúmri mínútu frá því að ræsa tímatökur. Loka spretturinn í deildinni basically að hefjast næst síðasta umferð að fara í gang og síðan það bara Le Mans eftir 2 vikur, 2 tíma keppni. Það verður rosalega. Það verður eitthvað, eins og einhver sagði. Best að gera sig klára fyrir þetta hérna. Eru allir tilbúnir í tímatökur? Það held ég. Bíðum bara hérna eftir því að klukkan slái 21:30 og þetta komið í gang. Látum við sjá. Hannes okkar, hann býður gott kvöld og spáir Óla sigri, Alex í öðru og Andra í 3. Ég ætla að spá á Alex sigri. Ég finnst hann vera mjög sigurstrangur. Ég ætla að segja að Ólafur taki 3. sætið og ég ætla að setja Jökul í hann. Já. Og bara return the favor, því hann spáði mér öðru sæti í annarri. Ég aðeins að hugsa þetta. Já, þetta er erfitt að stá topp 3 út af því að það heldur að það er allan 4 af 5 sem að geta auðvitað verið Ég veit það, þetta er nefnilega trikki sko. Nú er náttúrulega sko Jóhann á Ferrari. Það væri nú gaman að sjá Ferrari taka og sko ef að rigni þá held ég að Jóhann vinni. Já. Ég ætla að segja að Jóhann taki 4. Svo náttúrulega Andri sigraði síðustu keppni, kom sterkur inn, finnir hvort að hann sé kominn á ról. Það eru svo margir sem eru góðir í þessari deild að, eins og ég segi, það er bara
Það er erfitt að spá fyrir mig það. Já, og sérstaklega þegar maður ekki búinn að vera að njósna æfingar og þá veit maður ekkert hvar ökumenn standa á þessari braut. Þannig það getur margt komið óvart í kvöld. Ég ætla að segja Ólafur Jökull Andri. Og ef það rignir þá segi ég Jóhann Ólafur Jökull. Já, það má vera með plan B spá. Nei, það má ekki. En já, það er alltaf annað sem ég er að hugsa. Að þess að hafa glóru það. Já, hann segir hérna Jón Þór að samkvæmt samningi þá verður hann að segja Bísík 1 og 2. Og það þýðir þá væntanlega að það er Jói Egils í fyrsta og Jökull í öðru, eða ekki? Klárlega. Ef hann setur ekki intermedium dekkin á í þurru þá mikla líkur á því. Það er sumt sem að bara, þú veist, maður þarf að lifa með, þú veist, maður fara aldrei að heyra endan að því og þetta er eitt af þeim atriðum. Nákvæmlega. En við erum hérna við myndavélina á honum Andra sem er fremstur á braut og fyrstur á hotlap. Sýnist þetta ganga bara allt nokkuð vel upp hjá honum. Þú eru áhvert að sjá hvað tíma hann setur. Fer hérna í gegnum Schumacher S-ið. Flottur kaldi bílinn hjá þeim í dag. Ekki spurning. Líkinn flott lífur í. Kann að melta hennar metnað. Ég er það grafiskur hönnuður, þannig að þetta er kannski spes áhuga mála að hugsa lífur í. Já, ég er grafískur áhuga maður, þannig að ég hef alveg gaman að fylgjast með þessum lífur í. Jæja, nú fáum við fyrsta tíman. Hvaða tíma setur Andri? 1.56, 3.49. Síðan kemur Jökull í línuna. Hann toppar það ekki, hann er ekki með góðan hring. Hvað gerir Alex? Já. 55.8. Ha? Og Ólafur, ég get það, Ólafur fer við annan. Já, hann er svolítið frá sínum tíma áðan. Hvað gerir Jóhann Ingi? Ég misti nú að því hvað tíma setti. Hann er sekúndu frá, þannig að hann er 1.56, 8. Hann Jóhann. Já, Alex byrjaði bara með banger, en hann var nú með betri tíma á hann, þannig að ég á nú alveg von á því að þessi tími eigi eftir að fara aðeins neðar. Já, Ferrarín fer töluvert neðar en þetta. Ég vil sjá Ferrarín töluvert ofar. Já, Ferrarín var að setja fjólubláðan í töluðum orðum á fyrsta sektor. Sjáum hvort hann á að halda því. Styttist í sektor 2, útúrasтерbeig hérna. Verður hann ennþá á fjólubláðum? Nei, hann er samt að bæta sig hálfa sekundu. Svolítið laus, komandi inn í Schumacher-essið. Já, hann er svolítið varasamur þessi Ferrari. Það er hættulegt að fara yfir kantar. Hann annarkvæmt bara glætar yfir á eða bara gjörsamlega kasta sér í fyrstu. Þannig að hann bara klappar. Þannig að hann bætir sér rosalega núna. Jæja, sjáum Andra, hann er að koma í línuna í annað skiptið. Bætir hann sig. Jökull, nei. Jú, það er ekki. Jú, Jökull. Æ. Ég ætlaði að hoppa á hann, ég hoppaði á vitlausa mann. En Alex er hins vegar búinn að bæta sig. Hann er kominn í 1.55.6, þannig að tíminn lækkar. Ég var að fylgjast ykkur með mínu manni á Ferrari og
hann nældi sér í sekundu refsingu á, rétt fyrir lokakaflann, þannig að hann var á þvílíkum tíma, sko. Ólafur fer heldur vítt hana, spurning hvort hann sé að tapa tíma á því, hann samt að bæta sig, þannig að þetta sleppur. Vá, og virðist vera mjög fyrirgefandi þessi braut með Hún brauthamar. rosalega fyrirgefandi þarna, sko. Já, svona viljum við hafa það. Slætar hann út í bauginni, tapar eflaust smá á því en ekki miklu. Sjáum hvort hann sé ennþá upp á tíma sinn. Verður hann blár? Nei, hann 0,002 frá tímanum sínum, fasta tímanum sínum á sektor 2, hann Ólafur. Þannig að hann á ennþá möguleika á að bæta sig, klárlega. En það samt svolítið bil í hann Alex. Alex með tæpa hálfa sekundu á Ólaf. Já, já, hann hætti bara við hann Ólaf. Já, hann var samt á bláum en fór út í hérna möluna, eða sandinn, og ákvað bara að skella þeirri pitt og náði sér í nýtt gúmmí. Herru, Andri að hoppa upp í annarsætið, var að bæta sig. Já. Rétt marði tíman hans Ólafs. Og Alex Thompson hérna að starta nýja hring. Svo hvort að hann... Já, talað Alex Geirsson, við sjáum hann taka sama leik þriðja keppnin í röð að hitta inn á soft til að taka raðarhring. Það aldrei að vita, fyrir mjög vítt hérna Alex. En þetta er leyfilegt hérna á Nürburgring, þeir eru mjög slakir í brautargæslunni. Já, það er spurning, sko. Við vorum líka að spá í gær hjá Binni hérna, sko. Þú veist, það voru margir að taka hard, medium, en það er náttúrulega líka option að taka bara hard, medium, soft. Ég myndi segja að Alex Geirsson væri frekar líklegur í þess tratt svona með nýjasta trendið. Já, ég meina, er ekki verðlaun veitt fyrir flestu flöðust ríki? Nú fær aukastig fyrir fasta slapp, þannig að... Já, minni það á einhverju lokahófinu að það hafi verið gefin verðlaun fyrir flestu flöðust ríkina í úrvalsdeildinni. Ég bara, nú veit ég ekki, sko. En Alex er ekki að bæta sig á þessu hring. Hver að verða seinastur, það er hálf mínúta eftir af tímatöku pluss uppbótartími. Það verður að segjast, þetta lítið svolítið vel út fyrir Alex eins og staðan er. Má ég breyta spánni? Nei. Bimmi ekki að bæta sig. Hvað er að frétta honum Jóa Egils? Við erum ekki ennþá búin að fá hann í mynd, fáum hann hérna. Vissulega Jökuls. Þeir fer í harðri baráttu í liðakeppninni annarsætið. Og nú erum við komnir á tíma, þannig að nú mega keppendur klára þennan hring sem þau eru á, en það fara ekki fleiri á stað á nýja hring, þannig að... Jóhann Ingi var seinastur inn og yfir línuna, fyrstur yfir línuna og bætti sig, fór upp eitt sæti með 56,5. Já, Ásívar bætti sig líka, 56,6 til sjötta sæti. Jó, Egils að koma hérna í síðustu beyguna. Síðasti hringur hans í þessari tímatöku. Hann bæti sig ekki, langt frá því. Hvað gerir Gunnar? Er hérna fyrir aftan Gunnar Karels. The 2Gs. Þetta er nú of stutt til að græða eitthvað á slippi. Nýkomnir út í beginni, nálægt því að bæta sig, en gerir það ekki, er 11. Þannig að þá er þetta svona svolítið að skýrast. Sjáum, Andri er ennþá að heitum hring hérna.
Ólafur að koma inn. Fyrir Bjarna. Já, náðu að hoppa upp fyrir Andra. Það var nú bara spurning. Andri í síðustu beini, nær hann að return the favor. Nei, hann gerir það ekki. Jökull bætti sig náði ekki. Já, hann er ekki með 0,048 fyrir aftan Andra, þannig að á milli fjórða sætis og annars sætis eru bara, þú veist, einhver réttur rúmur í 10. hluti, þannig að... Já. En Alex Thompson tók þetta klárlega. Ætlar þú að skella þessu í myndaðalega minnið? En glæsileg tími í honum og það er 1.55.657 og það voru aðeins þeir ökumenn sem fóru undir 1.56. Það var Alex Thompson og Ólafur Einar sem er annar í þessari tímatöku. Í þriðja var það síðan Andri, Jökull fjórði, Jóhann Ingi fimmti, Ási K. er sjötti, Alex Geirsson sjöundi, Dimmi áttundi, Ívar Eyþórs níundi, Jói Egils tíundi, Gunnar Ágústsson 11. Ársæll Guðmunds 12. og Gunnar Karels í 13. sæti. Þar hafið þið þá 13 ökumenn sem eru á línu hér í kvöld og þeirra sæti í þessari tímatöku. Þannig að nú er bara spurningum að resetta lobby og raða upp á línu. Segjum að keppnin starti 21:46. Það er 3 mínútur til að tappa af. Og nú skulum við resetta lobbyið. Og nú er það bara að krossleggja puttana sína og verður það blautt eða ekki. Hvað er að gerast? Hvað gerum við? Herðu. Já, hörðu, þetta er svolítið. Þetta lítur vel út, en mér veit ekki, býtur nú við. Hvað gerist? Eður radarinn er alveg þurr, eins og er. Ok. Nú er bara spurning, styttir upp eða bætir í? Já, það er stóra spurningin. Það er stóra spurningin. Sko. Já. Nú er bara Þeir hafa 3 mínútur til að komast að því. Algjörlega. Nú býðum bara eftir allir að skrá sig inn og þá rauðum við upp á línu og gerum okkur klára í racing. Vantar ennþá Alex og Andra inn. Við erum að bíða eftir að Andri Már skráði sig inn svo við getum raðað þessu upp á línu. Það ætti að gerast hérna á hverri sekúndu. Já, að spurning hvort að þessi ský sé eitthvað að stríða okkur eða hvort að þetta sé. Herru, hann er komin inn. Við skulum bara vinda okkur í þetta snöggvast. Já, þá skal ég opna myndirnar mínar. Þú læt mér vita að þau eru tilbúin. Ég er tilbúin. Það er náttúrulega Alex. Ólafur Andri. Já. Og síðan Jökull. Já. Og Jóhann Ingi. Já. Ási. Maður sjá. Akkurat, ok. A. Geirsson, Dimmi. Ási, Alex og Dimmi. Ok. Ívar 9. Jó Egils. Já. Gunnar Ágústs. Akkurat.
Ársæll og Gunnar Karel. Alright. Herru, þá erum við búin að ræða på línu og þá ekkert annað en að bara óska keðbundum góðra keppni og minna það á að keyra clean og síðan bara að starta þetta. Er þið í game eða? Heldur betur. Let's go racing, krakkar! Þá erum við komin á ráslínu. Bara býð eftir að ljósin kvikni og þá ekki. Ég ætla að sjá hérna hversu langt Ferrari skýst áfram. Alright, let's go racing! Alex Thompson startar að medium, nær góðu starti, ver innri línuna, hendi sér fyrir framan Ólaf. Jökull hann að reynda að fara innan á, komin upp í annarsætið. Held ég fyrir að starta fjörðins. Jóhann Ingi er að reyna við annarsætið, komin í annarsætið. Já! Já, Viva la Ferrari, fer svolítið vítt allt og vítt, Rosalega vítt, þetta getur verið racing. Þetta er samt rosalega, þeir leyfa rosalega mikið hérna á þessari. Já, engin refsing við þetta. Jóhann er á hörðum, Jökull er á hörðum, Andri Már er á medium, þannig að hann má búast við að hann pressi núna mikið. Ólafur er líka á medium, þannig að kaldi racing team viðsjálfarnir. Ólafur fyrir innan á Andra og komið fram úr. Það er bara lifið niðarna inn í. Það er ekki vænlegt. Ólafur heldur þessu. Þetta þýttir þeir fóðu svo hægt gegnum þetta að Alex Geirs og Ásir voru komnir. Já sko, ef maður er ekki búinn að tryggja sér innri línuna, þá er eiginlega bara betra að detta fyrir aftan hinn, því að sko að fara svona samhliða í gegnum þessa beygju, þeir hljóta bara að tappa tíma á þeim sko. Ég held að það þurfa að fylgjast vel með Jóhanni og Jökli núna, sko. Jökull að blikka Jóhann að fullu. Já, hann þarf bara að hafa fyrir sætinu sínu eins og aðrir. Þetta byrja með látum, það er alveg sko, það er alveg golden staða. Hann fer aðeins vitt henni í Jökull, hann Ólafur. Hægir á sér pínu og aldrei komin upp á hliðina á honum. Já, sætt. Svo þeir eru þrír í röð fyrir aftan og þetta er bara, þetta er æðislegt. Eitthvað klika hjá Gunnar Ágúst, hann er hérna komin í seinasta sæti, 2,2 fyrir aftan Gunnar Karel. Ok, það er eitthvað komið fyrir hjá honum á fyrstaring. Já. Ég skal taka af mig núna að vera að fylgja svolítið með þetta fyrir neðan. Já, ég er svona að reyna að ná öllu aksjóninni henni í mynd með að flakka aðeins á milli þeirra. Sjá allan hópinn, þetta er, þeir eru svo tæpir út þessari beygju þannig. En þetta er náttúrulega kjörstaða fyrir Alex að fá baráttu hann umvannsætið því að hann er á medium og ætti að keyra hraðar, þannig að hann gefur honum tækifæri á að slaka hans á, hætta að horfa í baksýnisspegilinn og fókusera fram á við. Jói Egilsson að setja rosalega pressu á Alex Geirs. Jói Egils á medium-dækjum og hann er að taka inn í línuna. Nær þessu, já, nei. Nice. Hann stiktaði að þetta þarna. Ási komið núna, bara beint fyrir aftan núna í slaginn. Ívar að sækja svolítið á Ársæl. Ólafur mikil pressa á hann Jökull, enda er hann á mediumdækjum, hann þarf að nýta þau, má ekkert eyða tíma fyrir aftan Jökull, hann þarf bara að koma fram úr. En það er nú hægara sagt en gert að hoppa fram úr Jökli, komi inn í línuna og Jökull á innri í næstu beygju, þannig að hann gefur þetta sko ekkert eftir maður. Ólafur var eitthvað svona vonast að þeir færi too wide í gegnum þetta, en Jökull sagði bara nei og skellti hurðinni. Þetta er náttúrulega mjög gott mál fyrir Jóhann Inga sem er búinn að byggja smá
rúma 1,5 sekundu í en Jökull. Svo það hörku bara á þænum, 7. sætið Jói Egils, Alex Geirsson. Það bara allt að gerast, sko. Það Gunnar Ágúst búinn að vinna upp þessar 2 sekúndur á Gunnar Karels. Jökull það græðir mjög á því að ná að halda metjum strákunum fyrir aftan sig. Hann að hægja á þeim. Svo hvað Ólafur gerir. Jökull aðeins vítan en ekki nóg til að hleypa Ólaf innan á. Það heldur betur pressa á Basic Racing núna. 2 kaldir beint fyrir aftan hann. Nákvæmlega. Ískaldir ökumannaleg. Það virðist ekkert hafa ræst úr þessari rigningu hjá okkur. Nei, enn og aftur erum við svikinn af regninu. Ábyggilega mörgum ökumum til ánægju en áhörfundum til mikillar mæðu. Það Gunnar Ágúst sýnist mér vera að fara að taka fram úr Gunnar Karel núna í 13. sæti. Já. Gunnar Það Karel með... Verst að ég ekki með 13 á lyklaborðinu til að hoppa beint það. Það rétt. Nei, en Gunnar kom fram úr. Gunnari. Það eiginlega bara ekki hægt að taka baráttuna af 3. sætinu hérna, sko. Nei, ég bara læti ykkur vita hvað að gera þetta. Akkurat. Takk að kjalla fyrir það. Ólafur komið fram úr jökli. Við þurfum að fá endursýningu á þessu núna eftir. Jökull, ætlar að svara. Já. En Ólafur með innri í næstu. Og Andri, hann kominn. Sæll. Jökull næst búinn að missa það báða fram á sér. Ég held þetta var Ólafur, ég ruglaði bílunum saman. Já. Það var Andri. Já, meinar. Já, ég held að Jökull var að taka aftur fram úr Ólaf en þetta var Andri að reyna að vera utan á Jökull, sko. Já, þetta er bara benska lór hérna. Segðu maður, Andri að utanverðu. Þetta ekkert grín að vera hann að bæri eftir svona hraða ökumenn á hard og þau eru á medium. Þetta er eiginlega bara mjög gott að Jökull búinn að halda þeim fyrir aftast í 4 hringi. Rosalega Jóhann ekki að græða mikið á þessu. Já, heldur betur. Þetta er að draumast það fyrir hann að ná svona starti og... Jökull fór... Þetta var... Vissi Andri hann fram úr fyrir sig. Og Andri komið fram úr. Hann leit að koma að því, enda á hraðari dekkjum. Og við því að búast að þau sé að keyra aðeins hraðar en Jökull. En svo svissast það á eftir þegar Jökull skemmti sér á medium og þau verða það væntanlega hard á einhvern tíma hún til. Enda það skylda. Við skulum hoppa á Ólaf og sjá endursýningu á framarastunum þegar hann tók fram úr jökli. Þannig að komaði allir niður beinakaflan, Ólafur í bullandi drafti. Skelli sér að utanverðu. Og stikkar það. Vel gert. Ég held að Jökull hafi verið að hugsa að Ólafur myndi taka svissar út. Þannig svona faðmaði beyguna svolítið til að koma vekk fyrir það en Ólafur sá við honum og Gullfallega gert. Algjörlega, þetta var virkilega flott. Og þetta var, Jökull var reyna að taka fram úr Ólafi á hann. Ég sá það í endursýningunni. Þetta var en svo græddi bara Andri á stöðinni. Þannig að þetta voru ekki fleipur. Þetta var bara live action eins og það gerist best. Nákvæmlega. Og fregnir af botnbaráttunni en Ívar búinn að taka fram úr Ársæli. Kominn 2 sekúndur undan honum. Jói Egils líka komið fram úr Alex Geirssoni og Ási líka.
Þannig að Alex dottinn í 8. sæti. Ívar að pressa dimma. Aðeins að renna niður listan þegar að róast hana á toppnum aðeins. Ási núna að sækja á Jóa Egils. Ási á 90 dekkjum, Jói á hörðum. Nei, þeir eru báðir á 90. Já, medium barata hérna, Lexus vs Nismo, Nissan GT-R, Jói Egils. Það er ekki allt steady þarna í top 5, erum við nokkuð að missa einhverju? Nei, ég er að fylgjast með, það er ekkert að gera þar eins og Ólafur er að sækja svolítið á Jóhann Inga. Ólafur náttúrulega á medium, Jóhann á hörðum. Jóhann eins og hann efstur af þeim sem á hörðum. Ok, skiptum á það baráttu þegar þau eru verið nær á meðan fylgjast við með Jóa Egils og Ása. Já, ég læti vita þegar það þarf að skipta. Jóhann Ingi fór rosalega vítt þarna núna. Ólafur að taka fjólubláða sektora þarna. Geggi útkast hann í Ása, það var bara ekki pláss. Það er greinlegt að Ási með smá hraða á hann Jóa, eins og staðan mikil pressa. Það er bara svo erfitt að finna góðan stað til að taka fram úr ef maður á örlítið meiri hraða. Já. Víðar, spurning hvort hann er betri keyrslu út. Gerir það, en Jói staðsetur sér rétt og býður honum engin tækifæri. Hann fylgir honum eins og skugginn hérna á sig. Býður eftir rétta momentinu. Gott dræf á hann núna, spurning hvort það dugi, nei. Það er komið tími að kíkja á annarsæti núna. Það er komið undir hálfa sekúndu bilið. Já, ok, komið yfir aftur, en það var undir rétt á hann. Klassískt. Já, sjáum það að Jóhann sveigir strax inn á brautina, reynir að losa draftið. En Ólafur fylgir hálf sekúndu á milli þeirra. Ferrari með góður á bremsunum, þannig að hann þarf að vera komin nálægt honum ef hann ætlar að dýfa sér á hann. Bensín ekki alveg eins öflugur á bremsunum og Ferrariinn, en hann hefur örlítið betri endarhraða. Ferrariinn hins vegar eitthvað snöggur af stað út úr beyginn, þannig að þetta er svona pros and cons svolítið með þessa tvo bíla. Já, algjörlega. Ási núna með geggjað exit á móti Jóa Egils. Þeir eru komnir hlið við hlið. Já. En Ási með ytri línu. Náði ekki alveg langt að stikka. Það er spurning hvort hann reynir aftur núna. Já, hann ætlar að dýfa sér. Já. Vel gert. Nær hann exitinu. Það er spurning. Hlið við hlið inn í Schumacher-racinu, er þetta ekki Schumacher annars? Jú. Nei, Jói gefur þetta eftir. Já. Þetta er alltaf að vera side by side komandi inn í þessa beygju, er bara svona eins og Mexican stand-off, sko. Beitt á annarsæti. You read my mind, hvað komið þangað, töluðum orðum. Jóhann staðsetur sig innarlega, gefur honum ekki færi. Jóhann! Fór aðeins yfir kantinn hana. Ferrariinn er ekki góður yfir kantana. Þetta er það sem hann tala um, hann happa glappa, stundum bara svífur hann yfir það og stundum kastast hann á þeim. Já, og missir andra fram á sér líka, þannig að hann er gott niður í 4. sætið. Enga síður fremstur af þeim sem eru á harddekkjum ennþá. Þannig að þetta er allt opið ennþá. Jökul
3,5 sekúndur fyrir aftastið sem næsti harðmaður. Já, sjáu þetta, hann reynir ræðir hann innan á andra. Já. En hann næri ekki að taka beinin og hratt, en samt, hann með betri línu. Já, gallinn, en sjáu, Andri fer á utanverðu, nei, eða hvað? Þetta var of djúpt. Þetta var verður að virkilega taka flott. þessa beigð og þröngs. Frábær akstur hjá Jóhanni. Algjörlega. Ekkert að gefa eftir á móti strákunum á medium. Hann 10 sekúndum fyrir aftan Alex. Já. Hvað dekkjum á sér á, hann á medium. Hann og Jó Egilsson báðar medium. Ég veit ekki hvort, ég náðu ekki alveg hvernig spurningin kom, en ég veit ekki hvort að svarið var komið. En já, Ási á medium. Pressan heldur áfram. Andri alveg sjóðheitur fyrir aftan Jóhann. Ekki að þrættu við að viðfærstur upp á battana á bensinum. Bensin stöðugur, fleki. Hann þarf ekkert að óttast battana. Jóhann þarf aðeins að passa sig eins og þú varst að tala um. Fer vítt og Andri innan á hann, en Jóhann með betra exit en hann á Ferrariinum. Hann ekki með eins góðan endarhraða eins og bensin. Eins og við sjáum hérna. Já. Nei. Ég hérna að það gera þetta eftir. Þeir eru ennþá lið. Vá. Sjá þennan dans. Ennþá lið hérna, inn á Þetta raskana. rosalega, búin að vera bara í einhverja 4 beygjur hann að side by side. Virkilega flott. En endarhraðin á bensinum, hann er betri. Vá. Þetta er orðið svo slagur, ég hef ekki orðin fyrir þetta lengur. Vá, heyrðu, þetta heldur áfram. Þarna fara menn langt yfir línuna og enga refsinga, þannig að menn nýta sér það bara. Hann er betri exit, nei, hann slætar. Þetta hefði getað verið flott maður. En Jökull núna bara komin í hennar slag. Þess að þeir eru búin að slást svona mikið. Jökull var 3,5 fyrir aftan Jóhann Inga áðan, hann er núna 1 sekundu fyrir aftan hann. Hann er heldur betur að græða á þessu. Það er allir að græða á þessu, áhörundur og Jökull. Skemmtileg barátta fyrir okkur að horfa á. Og gott ef hún fer ekki að breytast í 3 bíla baráttu. Heyrðu, Jói Egils út af. Búin að missa Alex Geirsson fram fyrir sig. Alright, við mistum að því. Það Sé verður að að- hafa sig gang. Sé að Ívar er búinn að fara í pit, ég taka eftir því núna, hann er búinn að fara í pit og er komin á ný medium dekk og Ársæll er líka búinn að fara inn í pit, líka komin á ný medium dekk. Þannig að þeir eru báðir búinn að kasta hörudekkinum. En Andri virðist vera búinn að innsigla hennar fram ára sekundur rúma á Jóa. Þannig að þetta var bara í 2 hringi hérna algjörlega fram og tilbaka. Virkilega skemmtilega aðstur og við náðum einmitt smá, held ég að við örgulega náði þegar að Jóhanni og Andri voru að berjast í tefningu síðan. Við skulum tjekka á þessi replay hérna. Og kannski bara setjast um borð hjá Jóhann Inga til að fá svona hvernig close barátta er. Fer hérna utanverðu og lætur að stikka og ert síðan með innri línu í næstu 2 beygjur. Sjáu hana. Þetta er rosalegt. Enn og aftur slætar hann Jóhann komandi út úr beygjunni þar sem við endum í replayið. Við fara svolítið vítar og eiga til að fara nálægt grassinu og já, við erum búin að sjá helviti marga að missa bílinn svolítið upp þar en þeir verðast alltaf að grípa hann, þannig að það er gott mál. Já, Jóhann Ingi átti svolítið lélegan sektor þarna, fyrsta sektorinn á brautinni og núna er Jökull bara komin aftur. Jóhann Ingi, þarna fór hann svolítið
Þetta var út úr beini. Sjáum að Jökull er að geina á hann vel, hann tapar ekki tíma út úr beini. Þetta er alveg yndislegt að horfa á. Og veðrið bara að beitast í bongoblíðu. Það eru 20 hringir eftir. Hver veit hvað ætlar að gerast á þessum 20 hringjum. Við förum að detta í fyrir þá sem eru á two-stopper. Tölum orðum fer Alex Thompson í pit. Ég ætla einmitt að segja að þau sem eru á two-stopper, þetta er svona fyrsti hringurinn sem menn fara að tínast inn og svo raunbervinni. Spurning sko, fyrst hann fer á 10. hring, þá hugsa ég að hann sé á strattinu 2 sinnum 10 hringir á metrium og 1 sinnum 10 hringir á hard. Það er mín spá með Alex. Já, það virkaði vel í gær hjá Jón Þór. Ég held að hann hafi verið á því stratti ef ég man rétt. Svo er líka spurningin, við getum tengt þessa 10 hringi á hard í 14 og tekið svo 6 á soft, ef við tekja hard medium soft. Já, það er hægt. Já, Jökull er nú ekki að klósa þetta eins hratt og að leita út fyrir. Hann er að hafa mjög gott base á þessum harddekkjum, hann Jóhann. Það verður bara að segjast. Takið eftir consistency hjá Jökli á hringtímunum hérna seinustu, 5 hringi, 6 hringi. Vá. Þau eru allir innan við 0,4. Hann er kominn í gíri núna. Þú sérð alveg hvað þetta er öðruvísi hjá honum. Já, svo sem alveg svipa consistency hjá honum Jóhanning, það er bara aðeins hægari hringtíma. Já, hann náttúrulega var nokkrar hringi þannig í stöðuri baráttu, þannig að erfitt að vera konsistent þú ert að berjast. Það er alveg hárið. Nótum okkur sjá, Alex kom 8. út úr pit og hann fór á harddekkin 23 sekúndur fyrir aftan Ólaf sem á eftir að fara í pit. Hvernig er dekkin í Ólafi? Það er farið að líða á sinni helmingin vissulega. Hann heldur samt áfram. Er Ólafur að fara að taka one-stopper eða hvað? Alex er að fá sæti fljótlega frá Jóa Egil, þar að segja að hann bara tekur ekki fram úr honum. Jóa Egil með 12 sekúndur í refsingu fyrir framan hann. Já. Jóa Egil liðsfélagi Jökuls. Já, Jóa Egil, hann bara færi sér frá. Hann veit að þetta er ekki hans barátta. Nákvæmlega. Skulum við sjá. Já, sko, Jóhann er búinn að bæta í bilið á Jökull. Það er alveg rétt tæp 1,5. Hann var aðeins nær á hann. Já, hann er komið hraðan sinn aftur núna. Já, og Alex Thompson er að nálgast liðfélaga sinn Alex Geirsson. Ég efast nú að Alex ger honum erfitt fyrir framarástur varðar. Gummi 9. Gunnar Ágúst 10. Ívar Eyþórs er 12. Er hér það bíl að reyna framárastur á Gunnar Karel. Já, tekur smá blekkingamúð hann á, vippa sér sveinan á. Komið fram úr og ásagt í því 13. Aðeins herrna niður listan. En já, Jökull er aftur búinn að minnka bilið, komið í tæpa sekundu. Alex er núna að fara að taka fram úr Alex. Alex sló bara af. Já. Alex fram úr. Átti nú alveg von á því sko. Já, það er ásýni pitt.
Jói Egils sýnist mér á leiðinni í pit líka. Já. Ég hugsa, já, Ólafur á 13. hring á medium. Spurning Já. hvort hann fari beint á hard. Það hlýtur að vera. Það hlýtur bara að vera. Það náttúrulega kjörinn staða fyrir hann að taka one-stopper núna þegar hann í fyrsta sæti, fer inn í pit og þarf síðan ekkert að fara aftur inn í pit. Allir fyrir framann munu þurfa að fara aftur inn í pit. Það sennilega líkur á því að hann klári þennan hring, eða næsta hring segi ég, sem færist inn í pit. Hvað sagði hann Hilli áðan? 16-14 fyrir Jóhann Inga. Já. Þá þarf Jóhann Ingi að taka 4 hringi viðbót. Þannig að ef við verkum því yfir á Óla, þá fer hann eins og þú segir á næsta hringinn, tekur 16 á hard. En Alex Topson hins vegar búinn að taka hraðasta hring sem að slæra út spána hjá Hilla, þannig að En þá er þetta gekk ekki upp. Er þetta ekki gamall tími samt? Ekki var hann að setja þennan tíma hard? Nei, þetta er gaman tími, sko. Fannst eins og það væri að gerast, en það með kannski ekkert sens, þannig að hörðum núna. Komin á 14. hring og það nú ekki mikið eftir af mediumdekkjunum hjá honum Ólafi. Andri í sömu stöðu. Líta tölur betur út harddekkin hans Jóhanns, og Jóhann að sækja á Andra. Andri bara í sjómali, 2,5 sekúndur fyrir framann. Var hann ekki aðeins lengra á undan aðan? Jú. Já, nei, þetta var bara bilið. Já, ok, ég kannski eitthvað að rugla. En Jökull hins vegar að dragast aðeins aftur úr. En þetta verði samt svolítið svona áhugaverð barátta vegna þess að Ólafur 6,5 á undan Jóhann Inga núna. En Ólafur búinn að vera á mediumdekkinu. Bæði Jóhann og Jökull eftir að taka mediumdekkinu, þeir líta út fyrir að vera líka á one-stoppers. Já, nefnilega. Þetta býnir áhugavert að 4 af 5 efstu í baráttinu eru á one-stopper eins og lítur út, á meðan það sem var að leiða keppnina á two-stopper. Þannig að já, þetta verður interesting. Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir að velja 4 af þessu 5 velja one-stopperinn. Þó að já, two-stopper vann í gær, en það segir kannski ekki alltaf söguna eins og ég sagði. Það var ekki alltaf munur á því, þannig að ég gerir ráð fyrir þessi menn sem er búin að testa þetta á æfingum. Já, stútir að vantarlega hversu hraður pitturinn eða hægur, réttar að sagt. Já, hann nefnilega frekar hægur þessi pittur. Það fara Andri og Ólafur inn í pit. Akkurat, samkvæmt prógraminu. Þá sjaldan að maður hefur rétt fyrir sér í pit strategy spám. Þótt þetta sé nú að gerast fyrir framann, maður þarf að fara að hjálpa þetta. Það er ekki eins og maður hafi sagt þetta fyrir keppnina, en maður að lesa rétt út úr þessu allavega. Það er rétt. Þá Jóhann Ingi kominn í rétta sætið á Ferrari. Segðu. Hann kominn á ljósi hins vegar. Hann þarf að láta þennan hring og næsta döga ef þetta strakka á gangu. Það er spurning sko, fyrst að hann á ítölskum bíl, hvort að brautar penaltíinn fara að kikka inn núna hjá þjóðurunum. Það er spurning. We cannot let this happen. Ólafur kemur út í 7. Það sjáðu sko bensinni hjá Jóhanni. Það rétt dugar í þessu 16 hringi. Já, það það sem ég var að tala En takk eftir því að Ólafur kom út í 7. Andri kom út í 10. Já.
Það er interesting. Það er náttúrulega menn á milli þeirra þarna sem að eiga eftir að fara inn aftur. Já, já. En núna er Ólafur að eða þess að Ívar segja að þetta sé Ólafur. Ívar er á medium og Ólafur er á hard. Já, já. Það er spurning hvort að Ívar taki þessa baráttu eða hvað? Þetta er 3 bíla barátta hérna. Já, þetta er 3 bíla barátta. Ívar er náttúrulega, þótt hann sé búinn að vera í smá tíma með þá ætti hann að vera með smá dekkja forskot á hann Óla. En Jóhann Ingi fer í pit núna. Hann hafði ekki nóg bensín. Nefnilega. Já, það kannski bara gengur upp 15-15. En Hilli, þú lofaðir okkur og stóðst ekki við þetta. Mark my words. Orðin voru mörguð og útkoman var önnur. Ásýtingarna stökk. Við sáum þetta líka í gær. Já, ég er ekki búinn að sjá þetta í öllum keppnum núna. Já, það getur verið. Ég er búinn að taka þetta þessu tvisvar. Já. Takk fyrir Jóhann. Hann verður að finna. Hann verður að taka jafnmargar hringi á medium og hann tók á hörðum. Hann kemur í 10. Já. 4 sekundum fyrir aftan andra. 15 á medium. Og Ferrari, er það plausible? Ég bara hef ekki prófað, ég held það. Ég held að hann geti gert það. Þau verða orðin helviti slitið. Já, það verða það. Ekki nema hann ekki, kannski hann stakk á soft í lokin, who knows? Já, ef hann verður í einhverju baráttu þá fara dekkin að segja svolítið til sín, sko. Já. Ólafur er ekki að ná að slíta Ívar og Ása frá sér sem eru báðir á mediumdekkjum. Nei, Ási er að pressa Ívar, hann er að ferskari medium heldur en Ívar. Það er spurning hvort að sú barátta gæti hugsanlega að hjálpa Ólaf eitthvað ef að Ívar þarf að fara að fylgjast með afturspeglinum. Þá fyrir Jökullinn pit núna. Hann ætti miðað við það að hafa verið með 1% meira bensín þegar hann fer inn í pit núna, 1 hringa eftir Jóhann Inga. Þá ætti hann að koma út á undanunum eftir pitstop. Já, Jökull er alveg þekktur fyrir að fjúlsefa vel og græða í pitinu. Sérðu Alex Geirsson, hann er að koma inn núna 7% bensín. Já. Gunni með 9. Ívar kom með sekundu í penalty. Það tekur hann svolítið úr slagnum. Gefur Ása þennan slag í staðinn. Já. Andri virðist hafa tapað smá tíma á Óla í pittinum. Hann var aðeins meira á maðurinn. Jökull kemur út 8. Hann er fyrir aftan Jóhann Inga. Já, ok. Jóhann er það búinn að vera að keyra á medium, hann er búinn að vera að vinna upp tíma á meðan Jökull er að slipnum hörðum, þannig að Jökull, hann er sannlega slætað þessu pit forskoti tilbaka með lap times. Já, þá þarf Jökull bara að halda sér nálægt Jóhann Inga, því að við sjáum fram á það að Jóhann Ingi verður með frekar slitið dekk undir lokin, sko. Já. Þau verða það náttúrulega vissulega líka hjá Jökli eftir 14 hringi en ég hafa meiri áhyggjur af Ferrari nr. 15. Já, ég tekur sér það. Dimmi, hann er ennþá ekki farin inn í pit og er nú í öðru sæti, hann var aftarlega á hann en hann er farin að það þarf að blikka bensínljósi hjá honum og hörðdekkin orðin mjög slitinn. Já, pínu. Hann er heldur betur að teygja hardstinti sitt.
Já, hann er nú að býsta þessi dekk svolítið vel. Sjáðu minna Ólafur, sko, það er 2,7 frá, nei, býtum við, má sjá, Ólafur með sekundu á Ása, Ási með 1,9 á Ívar og Ívar er með 2, já ok, þetta eru Ási með... svolítið bíl frá Andra í Óla, sko. Það er spurning í spjallinu hvort að Jóhann sé að harda, en nei, hann er á medium. Það er bílið í Alex núna. Alex er með 26 sekundur í forskott á Ólaf. Hann á eftir að auka það eitthvað þar sem hann... Nei, Alex er náttúrulega að keyra fyrirgefið á hard eins og Óli, þannig að hann má ekki búast við að það bíl haldist nokkuð jafnt. En síðan á hann eftir að fara í pit. Já. Og hann tapar slatta við það. Já, hann næri ekki að klára þetta bensin út keppnina. Já, bensin dugir ekki út keppnina. Hann næri að klára bensinni, hann næri ekki að klára keppnina. Það er það sem ég segja, á þessu bensin. Já. Þeir Ólafur vöfðist aðeins fyrir mér. Já, ég held að hann sé alveg klárt að hann hefur ekki verið að taka 10 hringi á medium til þess að taka 20 á hörðum, þannig að þetta á eftir að vera áhugaverð þegar hann fer inn í pit, þá þarf hann að vinna upp forskott sem Ólafur kemur til með að hafa. Já, en þá var það spurningin eins og þú myndist á hann hvort hann taki medium hard soft. Það er alltaf einu miðurinn, sko. Því að sko sjáðu tímana hjá hann, sjáðu hversu konsistent þessi tímar eru og þeir eru sekundu hægari heldur en hörðu tímanir hjá Jökli. 12 upp í 18 hringur eru allir 1.58 nánast 4. Á hörðum dekki. Á hörðum, ég á ekki orð. Talandi að koma sterkur inn í úrvalsdeildina. Þetta er rosalega, sko, þetta er bara prodigy. Ég segi við látum að breyta nafninu í Prodigy, ekki Alex Thompson, þetta er Alex Prodigy. Já, ég var að hugsa, þetta er Kid. Já, þetta er Kid. Þetta er rosalega, það getur ekki annað gert en að dátt að þessu, sko. Já, algjörlega, sko. Þetta er sjá þetta, sko. Þetta er bara, við finnum það gaman að sjá svona talent koma inn, sko. Já. Þetta stefnir heldur betur í spennandi seinni part af keppninni. Jóhann Ingi er komin hérna bara í skotti á andramá. Já, við skulum ekki láta það fram hjá okkur fara, skiptum yfir þá baráttu, en það var lítið að gerast á öðrum stöðum. En það kemur í ljóspínu á næsta ring hvort að Alex sé að hugsa eitthvað softið ekki, því að ef hann tekur strætti sem ég held að sé að taka, þá kemur hann inn á 20. ring og skiptir aftur yfir á medium. Já. Það er sennilega öruggara strætti. Ég hugsa að það sé ticketið sem hann er að sjá fyrir slegin. Já. Núna er Jökull líka að græða svolítið á þessu að Jóhann Ingi er að reyna að taka fram með Andra, en er bara ekki að ná því. Andri ver vel, en Jökull er komin í hérna slag líka. En sko með því hvað Jóhann Ingi náði að berjast við Andra þegar hann var á hörðum áðan og Andri á medium, þá verður þetta ekki auðvitað fyrir Andra að halda aftur á honum nú þegar þetta er búið að svissa. When the shoe is on the other foot, eins og þið segja. Það er alveg hárið. Já, ég er alveg sammála Oliver hérna í tjattinu, hann segir galið harðstint. Ég held að sé að tala um Jóhann Inga áðan á hardekjanum. Nei, ég held að tala um Thompson og tíman. Já, fyrir ekki auðvitað. Bæði á rétt á sér, en vissulega, við vorum að tala tímana, þannig að það meika fullkomið sens. Smá brain feit í mér. Þetta er orðið 3 bíla barátta núna, 4. sætið. Jökull er komið í skottinu á Jóhanni og Jóhann er í skottinu á Andra. Andri á hardekjum, Jökull og Jóhann, Þeir eru báður að medium, Jóhann og Jökull, þannig að nú þarf Andri heldur betur að setja út olbúana, gera sér breiðan.
hann er með ytri línuna en á medium dekkjum, hann er komið fyrir fram, hann ætti að geta náð þessu. Þetta er rosalegt að hann náði þetta minni línu næstu og Jökull tekur hann eftir þetta, hann tekur inn í línuna 13 Jóhann Inga. Hvað er Andri að fara að gera núna? Já, hann er fyrir fram hann Jökull, hann er annar að verja á Jökull líka, þannig að Jóhann Ingi er væntanlega að fara að stórgræða á þessu. Það sem að Andri er örugglega ekkert að fara að hleypa Jökli auðveldlega fram úr. Ekki frekar en hann reyndi að gera með Jóhann Inga og Jóhann Ingi er náttúrulega bara að fara að stinga af núna. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að Andri og Jökull enda gráðsilfur á brautinni. Þeir hafa átt fullt af baráttum síðustu tímabil. Og hér erum við að fá inn í viðbót. Ói, Jökull Drönsund fer næsti aftan á hann. Alveg stríkur stiðaran hjá honum. Hann næri ekki, Hann næri betra exit en Andri er ennþá þarna. Nei, Andri er með betra exit. Þetta er mjög mikilvægt fyrir Jökull að ná fram úr Andra ef hann ætlar að ná að haldast í þessum slagamóti Jóhann Inga. Alex Thompson fer inn núna á 2000 ring. Tekur auðvitað medium deck aftur. Ég ætlaði að fara að segja að það er áhugavert að Jóhann Ingi og Andri voru báðir með kveikt ljósin en Jökull ekki en leið og ég ætlaði að fara að segja að þá kviknuðu ljósin á Jökli þannig að þetta vendur eitthvað automatík að gerast sko. Núna fer Jökull fram úr Andra. Já. Þetta lítur vel út fyrir hann. Spurning út að Andri taki ekstra víða og taki Susaru. Annars virðist þeirra búið að virka náttúrulega vel í fyrstu beinu bara að stick to the outside, bara haldinni af því að hún er svolítið trikki fyrir maður að teka þau fyrstu beginuna svona innanlega. Það er einhver hæðamismunur þarna og það getur orðið pínu vandræðalegt. Já, missir mikið hraða á því, sko. Þeir eru þetta báðir komnir fram úr Andra núna. Þá er Jökull bara að fara að elta upp Jóhann Inga aftur. Það er langt, það eru tæpar 5 sekúndur frá Alex í Andra. Ási hérna í öðru sæti. Ég farið að þykna svolítið upp hérna í skíinu. Já, það er rétt sem það er. Og en ég segir. Ég hef að fara að sjá hérna drifningu undir lokin að fara að rugla algjörlega í þessari keppni. Mér þykir náttúrulega lúmst hvað Ási er hérna í öðru sæti. Hann er búinn að fara einu sinni í pitstop, hann er rétt fyrir aftan Ólaf. Já. Það er eiginlega bara svona slætaði hann inn bættir að megin og ég var eitthvað megin fannst eins og hann ætti eftir að fara í pitt eða eitthvað en nú er það komin á hring 22 þannig hann er alveg í sömu pittstöðu og Óli og hvar tók hann fram úr? Já, hann fór í pitt á hvað, 12. eða 13. eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hann er bara búinn að vera að ná fram úr náttúrulega hægt og bítandi þegar menn hafa verið að fara í pitt en hérna hann heldur hann sé að fara að ná að klára en hann tekur ekki 8 hringi í viðbót á þessum dekkjum eða 9 hringi sem. Nei, þú veist, hann á eftir að fara einu sinni í pitt eins og já sko, nei, Alex Thompson hann lítur, já, nei, hann á eftir hann er bara, já, ok, sorry Alex já, hann er í rauninni öruggur með 7. sæti myndi ég segja sem að Jó Egil svo líka eftir að fara í pitt. Já, svo Alex er búið með sín 2 pitstop núna þannig að við erum hann er 1,8 fyrir aftan Andra en já, Ási er bara hann er seinna á sama pitstrategi og Alex þannig að taka 2 stopp hann er bara á eftir að taka seinna stoppið það útskýrir þetta ég kom inn bara áttu við vonaði að hann væri búin að það en þannig það nú fer þetta að gerast því að Alex er á ferskum medium
og vera að ná Andra og hann 9 sekúndum fyrir aftan Ólaf, en sko ég verð að segja þetta lítið áttur vel út fyrir Ólaf því að það ekki nema 9 hringir eftir, þannig að hann þarf að taka sekúndarhring pluss taka fram úr 5 ökumönnum meðan hann þarf að komast í fyrsta sæti. Já, það rétt. Jökull núna kominn mjög nálægt Jóhanninga. Ætli Ási sé að hugsa softi í lokin, það hlýtur að vera. Það hlýtur bara að vera á hardbitting soft, það sem er röglega í mér sko. Því þetta er svo úr tjunni við alla, en sérðu sko, þú veist, það er heldur betur að þykna upp. Býtu, hvað var að gerast hérna? Andri, þurfum að fá að ríplega þetta. Hann ekki alveg komið fram úr honum. Ég setti markir á þetta, kannski færa hann aðeins. Já. Það er ekki einhver ákvæmt fyrir flotta línu. Þvílíkt gott full og rúð þarna. Og komið fram úr, við þurfum eiginlega að fá endurhygningu þetta voru flotta beygjur sem við tókum saman. Núna sko Jóhann Ingi kominn mjög nálægt Ása á töluvert betur dekkjum. Það spurning, hvað er Ási að fara að gera? Hversu lengi ætlar hann að vera á þessu miðjum dekkjum og er hann að fara að tefja Jóhann og Jökull? Þeir náttúrulega eru báðir að reyna að elta upp Ólafs. Þeim er ekki nema tæpum 2 fyrir framan Ása. Þess að bíða með að henda í juicy replay meðan það er að spilast úr þessu. Sjáum hvort að dettum í smá window of opportunity fyrir replay núna eftir, en Jökull er í skottinu á Jóhann Inga, þannig að við viljum ekki missa af því að það gerist eitthvað. Þetta er náttúrulega bara galið, hann Alex er kominn í 1.57.1 á miðjumdekkjum. Já, Ási sennilega að skella sér á softakki núna. Jóhann farinn að verja svolítið vel gegn Jökli. Jökull getur mögulega að fara að reyna við framhæðusturina, en Ólafur 2.6 fyrir framann Jóhann Inga og þetta er bara farinn að verða slagurinn innan næstu 7 hringi fyrsta sæti. Akkurat. Og Alex er að vera kominn í hennar slag á töluvert betri mediumdekkjum heldur en hinir. Já, ekki spurning sko. Rétt rúmar 3 sekúndur í þá. Hann hefur 7 hringi. Besta sem að Jóhann Ingi getur lent í núna er að halda Jökli fyrir aftan sig þangað til að Alex er kominn. Já, nokkulega. Jökull að blikka Jóhann. Alveg á fullu sko. Hann lærði þetta úr handbók Jónæs. Jökull er greinilega komið með hraðandinn aftur. Þeir eru á mjög svipum tímum hérna. Dekkin eru mjög svipum hjá líka. Þeir eru bara töluvert betra aftan hjá Jökli. Núna þarf Jóhann Ingi að fara að verja rosalega og hann ætlar að halda Jökli fyrir aftan. Það er náttúrulega, hefur svolítið með vélag staðsningu að gera. FR-bílanir eins og bensín eyða framdekkjunum oftast hraðar og meðan að MR-bílanir með vélina aftur í eyða afturdekkjunum aðeins meira. Þyngdin er meiri aftan versus framan á Jökli. Þetta er hörkur baróta hérna og Alex græðir á þessu. Í Alex sko. Það er alveg búið að taka sekundu núna bara síðan við spáðum í tíma síðast. Já. Og það er bara alls ekki langt í Ólaf. Rosasprettur. Sérðu hvað líka stutt í Ólaf? Það eru 2 sekundur í Ólaf. Já. Við erum að fara að fá 4 bíla baráttu hérna, hugsanlega, á síðustu metranum sigur í þessari keppni. Fríraðum er á one stopper á meðan Alex Thompson, sem hefur verið hraðastur hér í kvöld, er á two stopper. Er one stopperið að sigra two stopperinn? Þetta kemur allt í ljós. Þetta, ég bara... Þvílík keppni. Ási átti hörðudekkin eftir. Já. Þú meinar.
Já. Hann var bara á 2 löngum mediumstundum. Já. Hvað með Alex Gesson? Er hann ekki kominn á soft eða? Ég hugsa að hann fari nú ekki pitta aftur úr þessu. Nei, það er ekki einu sinni víst ef einhver setja á softaðinn á þessum tíma því að þetta er, nei, jú, þú veist, það er alveg hægt en, þú veist, þetta er samt rosa góðu tími fyrir racing. Alex er bara kominn í innan slags. Já, þetta er bara alveg að gerast réttur sekúnda í Jökull. Og sko bílið í Óla er komið í 1,4. Hópurinn er að þéttast heldur betur, 6 hringir eftir. Ef það er ekki komið tími til að henda í like núna, þá veit ég ekki hvenær það er. Segiði algjörlega, þetta er like allan daginn. Ef maður setur ekki like á svona kappastuð, þá fílar maður bara ekki kappastuð. Já, nákvæmlega. Þá bara að vera að horfa á eitthvað allt annað. Vá, hvað hann er að verja vel hann. Þetta er rosalegt. Hann, Jóhann Ingi. Ég vil að vera að reyna að taka ytri línuna. Já, og... Hann næri ekki, hann fyrir óður. Og Alex innan á hann. Wow! En Jökull er með inni línuna. Það er spurt dekkjastöðuna hérna á topp 4. Þið verðið bara að horfa á radarinn fyrir flakka á milli hérna. Topp 4, Alex er á svona 20% slitnum, medium dekkjum, Jökull er á 60% slitnum. Hann er búinn að refsingan Jökull. Þetta eru frábæra fréttir fyrir Jóhann Inga og Alex. Já, ég veit ekki hversu góðar það eru fyrir Jóhann Inga því að Jökull er að blokka hraðasta ökumanninn frá honum. Alex stíkur sér að það! Þvílík dífa! Já, hann Alex ætlar að taka þetta fyrsta sæti. Ég get svarið, ég sá þetta ekki fyrir mig þegar hann var að fara í pitt hérna. Það fá rýpna þessu eftir. Jésús. Þetta er rosalegt. Og nú er það bara næsti maður, Jóhann Ingi. Alex Thompson komið í skottið á honum. Og Jóhann fer vítt, Alex innan á hann! Vá! Engin snerting. Þetta var rosalega snyrtilega gert. Bílið Óla komið upp í 2 aftur. Óli er að græða á þessu, vissulega. Alex með innri línuna í seinustu beiguna. Já, betra exit hana út úr Vestbaugunum. Þetta lítur vel út fyrir hann. Hann er komið fram úr Jóhann Inga. Vá. 4 hringir eftir. Jökull kominn bara í einan slag, hann er bara alveg að fara... Jóhann ætlar að skella sér innan á hann, eða hvað? Já, Alex gríkar svolítið. En Jökull samt er, nei, Jóhann Ingi er á ytri línu. En Jökull er kominn í skotti og Jóhann Ingi aftur. Já, hann er að græða því að þið sé að berjast. Já, segðu. Í líkur kappastur. Sekunda í Ólaf núna. Alex kominn fram úr Jóhann Inga. Við erum með hérna topp 4 í mynd og það eru rúmið 3 hringir eftir. 4 hringir, basically, tæpir, réttar að segja kannski. Þetta er heldur betur. Wow. Og máttum við sjá, nú skulum við dekkja á Ólafi, hann er á hörðum hérna, veleitum. Hann er eini í þessu slag á hörðudekkjum. Alex er með dekkjaforskott, myndi ég segja, á þá alla. Já, algjörlega. En taktu eftir því að Jóhann Ingi fór í pit, hringa undan Jökli, þeir eru með nánast jafnslitin dekk. Aðeins betri Jóhann Ingi ef eitthvað. Já. Það skringaði svolítið Jóhann Ingi hérna. Já, einhver meginn, mér fannst á hann eins og þetta væri, Óli væri gott sem komið með þetta, fyrir við vorum að tala um sko 9 hringi, 9 sekundur og alla ökumennur eru framan, en hann er búinn að ná honum. Þetta er orðið bara áttum fyrsta sætið, akkurat það sem við vildum.
og það er líka bara áttum þriðarsætið. Ég held að Ólafur geti bara ekkert varið þetta. Hann Nei, er það verður á erfitt. slitnum hörðum dekkin. Já, ég meina, þú veist, það væri kraftaverk ef hann myndi ná því. Því líkur Já, aftur hjá Alex. Sérðu að Alex er bara búinn að taka fram úr sko tveimur af topp ökumönnunum bara eins og þeir bara væri ekki hann bara þvílíkt vel gert hjá hann. Já, algjörlega. Hann tekur víðari línu. Tekur En víða. Ólafur er ekkert smá vel, en hann tekur hann inn í línuna Alex. Næra hann innan á hann. Nei, eða Já. hvað? Óli gefur hann meila plossana. Ég held að Fór kannski aðeins vítt bara. til að reyna að verja þetta og Alex Já, já. er komin í fyrsta sæti aftur. Vá. Vá, þetta var rosalegt. Þvílíkur akstur hjá Alex. Þetta er ótrúlegt. Og bara, þú veist, sjáu það, þau eru 4 hérna í hnapp, algjörlega. Jökull, Núna kyssir er bara Hvað Núna segirðu? er sko fyrsta sæti bara orðið nelt, en núna erum við bara að fara að sjá hvort það eru Jóhann Ingi og Jökull báðir að fara að komast fram hjá Ólafi eða annar þeirra eða hvoru, hvað er að fara að gerast þetta? Segðu, þetta er rosalegt. Ég held við höfum ekki... Jökull út af! Hvað gerðist? Æ. Hvað gerðist? Ég þurfti að forna öðrum replayum fyrir þetta því við sáum ekki hvað gerðist. Ég held að það sé óvægt að henda þetta replay núna. Fáum að stutt replay á þetta, sjáum hvort að... Ég læti vita að það breytist eitthvað hérna á milli Jóhanns og Ólafs. Hérna er hann að koma út úr beginni. Já, hann gerir bara mistak, hann slætar bara út úr beginni og... Já. Bara ökumanns mistak. Mjög svekkjandi. Þannig að þá er hann búinn að stimpla sig út úr þessari baráttu. Dott inn 4 sekundum fyrir aftan Jóhann Inga, en baráttan virðist alltaf að vera á síðustu ríkjunum annarsætið. Hann er náttúrulega á mjög slitnum mediumdekkjum, hann Jóhann Ingi. Á móti frekar slitnum hard. Er það nóg? Nei, veistu, ég held að Jóhann Ingi eftir að vera í bara þvílíku baráttu með að taka fram úr Ólafi út af því að dekkin hjá Ólafi eru svo miklu betri. Ég held að sé að detta á það stig á þessum mediumdekkjum að þau fara að verða virkilega erfið. Þau eru komið það langt niður, en ef það er eitthvað sem þau eru lært á því að fylgjast með Gran Turismo samfélaginu og keppnum í úrvalsdeild að það er aldrei hægt að afskrifa Jóhann Inga. Ingi, við erum á næsta einasta hringnum og það eru 2 sekúndur á milli eftir ringja keppandar. Þetta er rosalega keppni. Crazy, segi ég. Þetta er svona eina af þessum keppnum að ef að Bubbi Mortens verður að lýsa á myndi að segja að þessi keppni væri bomba, segja og skrifa B.O.B. Alex Tapsson er farin út af! Ólafur kominn í fyrsta sætið! Oh my god! Hvað er... What? Sæk! Vá! Næra þessu. Rúmur hringur aftur. Þetta er rosalegu seinasti hringur. Og sérðu Jóhann Ingi alveg í skottin á honum. Alveg sko, sérðu hvað Alex er búinn að stúta dekkinu sinum til að ná þessu fyrsta sæti aftur. Sæll. Já, það heldur betur að fara að sjá það, menn sjáu þið dekkinu Jóhann Inga. Vá. Hann er bara möguleika þetta sko. Wow, gerði þessi sýnilegan. Þetta er rosalegt, ef þetta er ekki bara sá rosalasti kappastur sem við höfum hort á, þá veit ég ekki hvað. Vá, ég var svo 100% vissum að Alex væri komið með þetta, en því líka keppni, þetta er seinasti hringurinn. Síðasti hringurinn og það eru 0,8 sekúndur í Ólaf á harddekkjum og Alex Tapsson í öðru sæti á medium. Nærananum, hvað erum við að horfa upp á hérna, krakkar? Ég á ekki orð. Og sko, Jökull er búinn að linna upp. upp. Betri exiti hérna. Jökull var áðan sko 4 sekúndur fyrir aftan Jóhann Inga og það er komið í rúma 2 núna, þannig að sko, sjáu þið, við erum að horfa hérna í mynd á 4 bíla í topp 4 og hann er búinn að ná honum Óla.
Alex aftur kominn í þetta sko, núna þarf Óli bara að verja eins og kóngur. Nei, hann fær aðeins vitlaust, Alex kominn með innri línu. Nei, hann ennþá fyrir aftan. Óli að gera sér breiðan. Það veit hver að vera síðastur að taka fram úr. Alex reynir að svitsa rúið. Hann með betra exit, en hann getur ekki tekið fram úr, hann getur ekki farið 2 í þetta zigzag, það tapar alltaf mikið á því. Sæll. Óli með innri í næstu beygju. En ef Alex nær að planta sér á ytri línu, þá er hann með innri í næstu. Hann að fara að taka fram úr hérna? Já, hann með innri línuna. Hann kominn fram úr aftur kominn í fyrsta sæti. Sæll. Nær hann að vippa sér fyrir innan hann í næstu beygju. Það ekki mikið eftir, það 3 beygjur eftir. Ég get svarið það. Líkur kappakstur. Og Ólafur skrikar svolítið þarna út úr beyginni, nei, hann næri sig ekki. Heldur betur, kom sá og sigraði. Vá! Já sko, hann sigraði þetta sko. Vá! Ólafur Þetta var rosalegt. Jökull 4. Ég get svarið að Andri 5. á sér að koma hana 7. Alex Geirsson ennþá á medium-dekkjum, tók eftir ekki soft-dekkjum þetta sinn. Sjáum já, hann fer bara of vítt og bremsar og seint og fer út í möluna. Heiðarleg mistök, en hann náði þessu aftur. Vá! Þetta var rosalega reis sem ég fylgst með í Euroworld-deildinni. Ég bara sagt og skrifa 100% DOB á alltaf. Þetta var bara besta reis sem ég fylgst með hennar. Vá! Ég bara klapp. Nákvæmlega, það er bara... Þvílík keppni, vá! Öss! Herðu, verðum við ekki að bjóða Alex Thompson í spjallið? Ég vil bjóða öllum 4 í spjallið. Já, bjóddu bara öllum 4 í spjallið. Vá, ég bara, shit. Ég sem var sko næstu búinn að forfalla mig út af veikindum fyrir þessi keppni. Ég feini gerði það ekki maður. Vá! Við erum að tala hérna... Við viljum fá hann... Alex Tops, Ólaf, Jóhann og Jökull. Það er Alex, eða ekki? Nú man ég ekkert hvað heita hann. Jú, ég held það. Mér finnst eins og ég kannast við það. Ólafur og... Er ekki The Big Fat J, er það ekki Jóhann ekki? Jú. Herru, dundurum í þetta. Hérna sá við stöðuna. Allir maður. Alex Thompson fyrstur, Ólafur 2, Jóhann Ingi 3, Jökull 4, Andri 5, Ási 7, Alex Geirsson 7, Gunnar Ágúst 8, Ívar 9, Dimmi 10, Ársæll 11, Jói Eils 12 og Gunnar Karlsson 13. Hvað, ég kom eitthvað? Já, fáðum að gera þetta geggja. Góð svar. Andraði svona líka, sko. Þetta geggjaði farati. Ég að segja bara... Já, þessi það er fjara... rétt, það kannski bætt bara andra við líka, það sakar ekki, ef hann til að koma. Þú vil misti hann út úr hairpinnum, maður. Já, þetta var rosalegur kappakstur. Já, ég sá þig, ykkur, þú endar í 4. samt. Ég náði bara rétt svo að grípa hann áður en ég gerði skemmt í vegginn, sko. Já, þetta voru svakalig mistökjöðarana Jökull. Því barátta, þú veist, hvar á maður eiginlega að byrja, sko, við erum búin að vera hérna gargandi. Síðustu 10, eða meira og minna bara alla keppnina, sko, þú eftir að horfa á þetta replay og missa ykkur. Þetta er sennilega bara með flottari keppnum sem að nokkur tíman hefur átt sér stað í þessu samfélagi. Til hamingjustráðar allir, þú veist. Já, takk kærlega fyrir. Vel gert, Alex. Já, til hamingju, Alex. Já, takk. Til hamingju. Herri, já, til hamingju, Alex. Þú hérna varst næstu búin að missa þetta úr höndum þér þannig á næst síðasta hring þegar þú ferð út í sandinn. Já. Hvað hugsa menn þegar menn dýfast þeir í sandinn á þessu tímapunkti? Ég ætlaði bara ekki að gera sömu mistök á Watkins Glen, sko. Ég ætlaði bara að vinna núna. Já, og bara, þú veist, clean, falleg barátta hjá okkur og
ég á bara ekki orðstráka, þetta var rosalegur kappastur og þvílíkur akstur hjá þér Jóhann Ingi á út úr slitnum dekkjum og líka hvað þú náðir að berjast á hörðu dekkjunum þegar að í fyrra stundinni þarna þegar þú varst að berjast á þær andra. Já, ég fattaði ekki að hinni voru á medium hana fyrir henni pittu. Ég held að það vera allir hard. Já, Það var eins með Jökul, ég var fastur og eftir honum alveg í einhverja 5-6 ringi sko, hann var hardi á medium. Það er svo erfitt að fara fram úr hérna. Já, það reyndist þér erfið. Sorry Jökul, ég fór hérna aðeins hressilega í þig þarna síðustu beygju, eitt skipti. Já, bara þú veist, stakst þér innanveru. Já, ég fór utan í Já, ég líka brást aðeins við, þannig að þetta var bara... Mér fannst ekki neitt vera gróft, þú veist, það voru smá nudd og snertingar en í svona close kappastri, þú veist, þá bara gerist það. Þetta var bara mjög fagmannlega ekki hjá okkur öllum og Óli, því lík pressa að vera með alla þess að fyrir aftan sig að nálgast hann í lokin, þú veist, hvernig var stresslevelið? Ég var nú meira bara að hugsa bara hvað ég hafi klúðrað þessi í byrjun, sko. Bara ef ég hefði ekki átt svona lélegt start, þá hefði þetta aldrei verið spurning, sko. Já, en jú, þetta var stress. Já, það var alveg hörku starti, við náðum að vippa hann bara upp í hvað annað sætið. Það sagði ég eða, Jóhann? Já, Jóhann Ingi. Já, ég mitt, þannig að, já, þú fórst eitthvað djúpt og veist, þú eru að bíða eða eitthvað, Óli. Já, ég fór utan í Jökul, ég fór utan í Alex í fyrstu beygju. Já, ok. Og ég var ekki stökka á þetta tækifæri, sko. Ég fer ekki fram úr svoleiðis, þannig að ég... Nei. Já, ég var svo ánægður með að sjá Ferrari eins og ofalega, sko. Já. Þetta var bara gerð í keppnina fyrir mér. Nú voru þið 4 annað sæti niður í 5. sæti á one stopper, Alex Thompson. Þú ákast að taka 2 stopper. Já. Ég er pínu forvitin, þú veist, eru þið búin að testa þetta alltaf á æfingum fyrirfram og eru þið búin að taka tímana eða eru þið að gera þetta tilfinningu? Hvað eru þið að spá fyrir þið að velja milli? Því að mér sýnist á öllu þessi strött vera nokkuð svipuð. Já, sko ég sá hérna Ólaf og Andra skipti yfir á medium hérna áður en reisið byrjaði, en ég hoppaði bara á medium og það virkaði bara. Bara on the fly. Ég treysti bara á Hilmar var búinn að prófa þetta fara á baka þannig að hann vissi hann sagði að one-stopperinn væri helviti gott, sko. Já, fíli keppnistrákar. Ég er yfirleitt búinn að prófa þetta bæði, sko, en ég var ekki búinn að prófa 2-stopperinn. En ég fannst þetta eiginlega bara að vera no-brainer á one-stopper með hvað það var ennþá þannig séð nú eftir af dekkjunum. En hei. Þannig, sko, þá maður sé búinn að grilla þið hann í lokin. Eitt innskotina. Já, ok, veist, við vorum hérna heldur margir illa æfðir. Og hversu gaman var þetta, maður? Já. Við þurfum að hafa styttri fresta á milli, veist. Þetta var geggjað, sko. Já, ég hef alltaf sagt þessi braut er skemmtileg fyrir kappastur. Hún býður upp á marga staði. Það er erfitt að taka fram úr á sömu stöðum, en svo kemur alltaf önnu beygja, það sem er hægt að skuttla sér inn á og það heldur betur sýndi sig í kvöld. Það er bæði þetta að verja og fullt af tækifærum. Það er líka bara svo erfitt að fara á gjöfin út mörgum beigjum, þú veist, að ná betra exit heldur en hinn fyrir framan einhvern veginn. Svo er þetta alltaf, þú nærð innri, veist, í hægri beygju, þá kemur strax vinstri beygja, þannig að ef hinn heldur ytri línuna þá er hann komin innri næst. Akkurat, þetta er þessar litlu zigzag beigjur og svona og mér sýndist líka sko virka vel hjá mörgum í fyrstu beigjunni að fara vítt og halda víðu, þú veist. Menn kannski að gera ráð fyrir switcharúi og taka ekstra þröng en margir voru að gera vel með því að halda víðulínunni og vera þá inn í næstu beygju. Þá komu 2 í rauninni svona vinstri beigjur. Akkurat. En ef þú nærð innri línunni þar þá ertu góður, sko. Og ég held að allir hafi verið sideways út úr þarna eftir zigzag-beygjuna þarna, hvað er það, 4. 5. beygjan þegar kemur þarna smáinn að græna málaða. Já, shit. Ég held að allir hafi mist hann í slætt þarna á einhverju tímabili, sko. Já. Já, herri strákar, ég er eiginlega bara orðinn uppgefin og orðlaus eftir þetta og bara ég held að þið sé allir spenntir í að fara að tjekka á replayinu, þannig að ég segi bara takk kærlega fyrir góðan kappastur. Ef það er eitthvað sem ég vilja segja eða bæta við, endilega notið tækifæri.
Það er bara til hamingju. Já, til hamingju og takk fyrir keppnina maður, það var geggjað. Takk kærlega fyrir keppnina og þetta var smá stressandi í lokinn sko, en ég fattaði ekki að ég var að taka. Ég trúi því maður, en þetta hafðist og frábær keppni og bara virkilega gott áhorf. Ég segi bara sjáumst eftir 2 vikur á Le Mans. Takk fyrir keppnina strákar og áhorfið, takk fyrir áhorfið. Þú verið í sæl. Takk sem við leiðis. Bye bye. Bye.